Ljómandi gott, takk fyrir. Takk fyrir. Ljómandi gott. Upp á hægri hönd, gjörðu svo vel.
gott, takk fyrir. Eigum við ekki að klappa? Síðasta atriði þessa úrslita, greitt tölt upp á hægri hönd, gjörðu þið svo vel. Ljómandi gott, takk fyrir. Þessum úrslitum lokið. Glæsilegir knapar og ennþá glæsilegri hestar. Skringileg og skemmtileg keppni. Og í þessum flokki kepptu farangri sem var gefinn 2014 af Eggerti Barðar. Og Íslandsmeistari í tölti 2014 verður glímt hér á eftir. Einnig verður samanlega sigurvegari í þessum úrslitum 5, 9,0, 10,0, 9. Glæsilegt það. Innilega til hamingju öll með glæsilegan árangur og í þessum flokki keppt farangri sem hefur 2014 af Eggerti Barðar. Ég var að landsmyndi minn. 2015 slitið. Takk fyrir og góða ferð. Og vona að þið komið heim. Íslandsmót, endir, svakalegt veður, flott fólk, flottir hestar, töltið, landsliðssæti. Sigurbjörn Bárðarson, til hamingju. Þakka þér kærlega fyrir. Þú hlýtur að vera glaður í dag. Heldur betur, maður er alltaf búinn að átta sig á þessu. Alveg trillt. Já, þetta var fjarlægur draumur að vinna Íslandsmót í raun og alltaf möguleikir að vísu, sko. Maður fer með það í huganum að reyna að vinna og ætla sér að vinna. En þetta er nú búið að ganga svona í bylgjum hjá okkur Jarli, svolítið í gegnum tíðina. En frábær hestur og hann skilaði þessu núna og maður er svona hálfklökkur og svo kom náttúrulega landsliðs, að komast inn í landsliðið, það er blendin tilfinning, það er náttúrulega rosalega mikil viðurkenning og gaman, en á hinn bóginn þá er maður að horfast í augu við það að vera að missa af vinni sínum. Já, það er ekki hægt að halda báðu. Nei, það er ekki hægt að gera allt í senn, sko. Við sátum hérna við borð með blaðið góða og menn voru að skoða gamla titla og Maggi á Íbishóli satt með mér og hann var með geturinn við borðið. Hvað Sigurbjörn Bárðarson hefði unnið marga Íslandsmeistaratitla og menn voru að geta frá 38 og ég held að hæsti hefði farið í 50 og eitthvað. Er þetta rétt hjá Magga? Þetta séu 97 titlar fyrir þennan titil? Kolrangt. Það er kolrangt? Já, 107. Þeir eru 107? Og er þá þetta 108? En þetta er 108.
Kannski 109 af því ég var Íslandsmeistari líka á Óðni. Já, í skeiðinu. Já, í skeiðinu. Hann talið vitlaust. Talið vitlaust, strákur. En menn voru alveg gapandi hissir yfir þessu. Manstu hvenær fyrsti Íslandsmeistaratill kom í hús? Já, sko, þetta er náttúrulega, Íslandsmótin byrja ekki fyrir 77 og ég er þá með hest sem heitir Garpur, vinn gæðingaskeið og þar byrjar þetta bara. Það er eiginlega byrja boltinn að rúlla. Maggi við talið árun og seint, því hann byrjaði 78 held ég. Hann byrjaði, allir það ekki. En þetta er náttúrulega langur tími. Þetta er mjög langur tími og þetta er náttúrulega búið að vera rosalega farsælt og maður er búin að vera heppinn og góð hross og lánileiki við, maður náttúrulega tekið þessu alvarlega, maður tekur alltaf alvarlega sem maður er að gera og það hefur svona skilamanni, reglusemi, ástundun, pæla í hlutunum mikið og hvernig maður getur náð lengra og gert betur. Ég var náttúrulega kaf í kappreiðum áður en ég byrjaði á þessu, byrjaði náttúrulega að keppa 67. 1967 varstu fæddur þá? Nei, ég var ekki fæddur þá Sigurbjörn. Það var ég byrjaði að keppa. Og þannig að þetta er búið að vera langur ferill en ég keppi náttúrulega enga unglingaflokka eða ungmennaflokka, þetta var ekki til í þá daga sko. Þannig að þetta byrja bara í meistaraflokk og þetta hefur verið árangur og þetta er náttúrulega heppni náttúrulega og góður andar sem hafa verið við vötnum með manni. En hefur þú ekki klárað á þessu árið þá bara í herning bara með heimsmeistaratilli? Sko það væri náttúrulega draumurinn. Við hefum ekki takað eitt skrif í einu, við vorum að koma inn í landsliði núna og þetta er bara frábær, ég er svona átta með á þessu, með töltið, við erum búin að sigra það líka hérna sko. Alveg meiri áttar. Ein spurning að lokum Sigurbjörn, hvenær ferð á fætur á mótnana? Ég fer alltaf svona 6:30. Og hvenær ferð að sofa? Ekki, reyni nú að vera svona oftast komin svona 12. En er það ekki aðeins seinna í kvöld á ekki að fagna aðeins? Jú, ég fagna aðeins sko. Til hamingju með þetta. Takk að kærlega, takk. Snillingur, þökkum kærlega fyrir okkur á Íslandsmóti. Enda þetta með þessum meistara. Það er ekki hægt að biðja um þetta betra. Takk fyrir okkur, sjáumst. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig.